að semja og ég sagði, hvernig gerir maður það ef ég hefði verið að semja þetta fyrir 70 árum, þá hefði ég samið einhvers konar baráttusöng, sko, þá hefði ég setur nú niður með píanó í kerfinu. Já, ekki. Þá nú lag komað listnám á háskólastigi á Akureyri, nú lag byltingin mun hefja og þetta var það gengur ekkert, sko, það engin eftirspurn eftir rússneskum lögum og þessum síðust og vestum. Þannig að ég get ekki farið í þessa átt, þá hugsaði ég sko ég farið að telja innviði og það sem í boði hérna og gera eitthvað svona mýkra og nútímanlegra og þá fór ég í þennan pakka. Það hvergi betra að lifa eða nema trúðu mér en einmitt hér og svo eru allir innviðir til staðar og fólk mjög fljótt til staðar, þetta bara staðan eitthvað annað en í Reykjavík sem engin lík þegar kemur að umferðarvanda. Sko ímyndið voru listaverkin sem voru að semja meðan maður í umferðinni í Reykjavík, sko. Og að innviðir, ég var náttúrulega að telja þá líka. Við höfum listasafn og leikhús, sinfoníu, háskóla og glerartorg og það eina sem að vantar þar stjörnutorg. Svo þessi jafngott og Kringlan og Smárar mynd samanlag. Þetta alveg satt. Já, og mögulega KFC. Það það sem Akureyringar vilja helst sko, jafnvel meira eftir listnám á háskólastigi. Það eina sem við þurfum vilji, fiskiljið og mögulega eitt annað sem eru peningar. Við þurfum peningar. Svo sem við peningar, við þurfum bara nokkra milljarð. Þetta fór alveg út af sporinu eins og þið heitir. Þannig að ég sagði, hvað get ég gert til þess að koma því skila hversu mikilvægt málefni þetta Og ég sagði, Akureyri að verða borg, menningarborg. Akureyri menningarbærin ætlar að verða menningarborg. Og Akureyri sennilega líka sko, sá staður á Íslandi þar sem fólk neytir hvað mest af sósu. Koktelsósu og bernersósu, sérstaklega bernersósu. Og ég sagði, það kannski samhengi sem ég þarf að setja þetta í svo fólk skilji mikilvægi hérna. Svo Akureyri sem menningarborg sem býður ekki upp á listnám á háskólastigi er svo steikhús sem býður ekki upp á bernersósu. Þannig að ég ætla að reyna að koma því til skila. Svo staðreynd sjaldan borin á torg að Akureyri bernersins höfuðborg. Það skiptir litlu máli hvað þú lætur á þinn disk, þú löðrar henn á nautið eða plokkaðan fisk. Það skiptir bara einhver því betur bætir allt, kælir þig í hita og hlýja þegar kalt. Þú kæmist kannski af áninnar, hvers virði væri það? Hver mundi bú á Akureyri sósulausum stað? Þó við lifum kannski af áninnar en bernersósu þörf. Í kringum hana skapast líka stömmrið störf. Það þarf að tína eggin og einhver strokka smjör. Svo allt sérstök östragons og essens með í för. Sumir blanda sjálfir en aðrir blanda þá. En allir hafa skoðanir hvernig blandan á að bragðast eða vera. Því hann fór svo fyrst og það nákvæmlega sama má segjum alla list. List eins og sósa, hún gefur eitthvað meira. Hún lyftir þessu hversdagslega tón sem viljum heyra. Hún djúsin sem við þurfum, draumur sem á dekstra. Í henni gleð og galdur og eitthvað mikið ekstra. Með list og bernersósu kannan aldrei minna en hálf. Og við byggjum það eitt að fá að læra og kenna að blanda hana sjálf.